Sælötsumul og verið velkomin í þátt númer 33 af 2 köllum. Hjá mér situr Þorsteinn Vaff Einarsson. Ég heiti Haukur Bragarsson. Við ætlum að vera með ykkur hér í, ekki í dag, bara þegar þátturinn kemur út. Þá ætlum við að vera með ykkur. Jú, verðum ekki að segja. Við ætlum að vera með ykkur í dag. Við erum að tala úr fortíðinni. Nei. Við erum hér með ykkur í dag. Já. Frábær dag. Í beinni útsendingu. Góðan daginn. Kvöldið, ef þetta er kvöld hjá okkur. Já, mér er samt alltaf svo lélegt sko þegar útvarpsfólk er að þykjast vera í beinni. Já. En er bara með upptöku. Já. Það er rosalega lélegt sko. Mér finnst það eiginlega lélegra heldur en þannig að maður er með podcast og er eitthvað svona. Þetta eru svik. Já, mér finnst það. Heyrðu. Já. Mér er músikinn ofhátt núna. Fáum við smá vatn hérna. Við erum sponsoraðar af vatni. Við erum sponsoraðar af Banana í dag. Og Banana. Já. Já, ég skellti hérna inn á Instagram storyið okkar. Fólk getur, það getur það ekki. Það er búið þegar þetta kemur út. En ef þú það skoða Instagram storyið okkar, seinasta 50dag, þá sá það Bananasöguna. Já. Skulum bara posta henni aftur á mánudaginn, fyrir fólk missi ekki af henni. Hún kemur í annarskipti í dag. Já. Ef þið eru að hlusta í dag. Í dag, ég veit. En ef þið eru að hlusta á morgun, þá var það seint. Svona getur nú tíminn verið erfið skepna. En sko ég ætla aðeins að segja svolítið. Ég ætla réttar að segja sko hlustendur svolítið. Þú veist þetta. Nú. Já. Við þau tókum upp senasta þátt. Já. Og vorum að fara heim og lentum við í svo litlu. Lentum sko aldeilis í svo litlu. Vá. Það var rosalegt. Við erum hérna í húsi sem er svolítið stórt og hýsir alls konar skrifstofur og hérna fyrirtæki og verslanir. Og við erum á 3. hæð og af því við erum letihaugar þá erum við vanir að taka liftuna bæði upp og niður. Það er algjör óþægt að taka liftur niður. Come on, maður. Það er rosaleti sko. Það er stundum bara bara allavega, við förum í liftuna og svo erum við í liftunni mun lengur en við áætluðum af því að við festumst í liftunni saman, við, 2 kallar. Og ég hef ekki lent í þessu áður að festast í liftu. Aldrei á æfinni? Aldrei. En þetta var svolítið skrítið af því að hún var aldrei almennilega föst. Hún var sem sagt bara, við vorum bara að fara upp og niður í einhverju svona villu, einhverju svona liftu villu, bara alveg á fullu. Og ég var að reyna að íta á einhverju að takka, prófa bara hérna að því við vorum fastir, sko, sennilega fyrir neðanhæð 1, einhvern veginn. Já. Við vorum ekki alveg komin niður, sýndist mér. Þannig ég íta á 2, gákst hún fara upp, hún fyrir upp, og svo fyrir hún fram hjá hæð 2, hún fyrir bara lengra og lengra, hún fyrir bara eitthvað upp á 4 og eitthvað, svo fyrir hún aftur niður og allt í rugli. Og við vorum svolítið að reyna að halda kúlinu. En ég var ekki að reyna að halda kúlinu. Mér fannst þú vera orðið svolítið fölur í framan, Þorsteinn. Nei, ég var ekki að reyna að halda kúlinu. Nú ekki? Nei, ég bara, öll mín prinsip, þú veist, ég bara ber hendur, snerti ég með báðum höndum eitthvað handriðarnir í liftinu og rífi hjálp mér. Og bara, ég hugsaði bara að lifa af. Já, þú varst farin að ágjur á því að við myndum bara pompa niður. Já, út af því að ég hef heyrt fyrstu persónu sögu. Það er bara maður sem slasaðist í liftu í Reykjavík. Þetta bara, liftan datt niður. Já, liftan sérst bara varð bara eins og þvottavél. Bara það er bara fáránlegt. Svo þvottavél. Nei, þú veist bara, ég man ekki hvort að hann pompaði niður. Bara hristist fram og tilbaka í klefanum hann. Já, eða skust upp. Nei, það var annarkvort. Það er rosalegt. Já, og hann bara, þú veist. Þú er ekki til að segja með þessa sögu meðan við vorum að fara hann upp og niður. Ég var að segja þessa sögu meðan við vorum inn í liftunni. Og ég sagði við þegar ég held í, hérna, þegar ég tók handrið. Ég var komin í einhverja eðlisfræðipælingar að bara ef við getum tímasett hoppið nóg rétt þegar við vorum að pompa niður. Það er búið að debunka það, sko.
Hefur ekki séð það? Ef þú fer hægt niður, þá nærðu því sko. Já. Ef þú fer mjög hratt niður, þá getur glemt þessu. Þú líka slasaði ekkert að þú fer mjög hægt niður. Það var alltaf akkur að hoppa þá. Ég var að horfa á einn af mínum uppáhalds ruðningsmönnum tala um að víst, ef hann myndi lenda í flugslýsi, hann myndi bara hoppa þegar hann var alveg að koma niður. Einmitt. Já. Nei, ég menna að ég man eftir að hafa pælt í því sko, hvort að maður geti bjarga sér. En ég hef einu svona áður fest í lyftu. Já. Á var ég í, mér minnir það að vera í New York með vinnunum minni þá, þú veist, það var bara 11-12 ár síðan og það var ekki træðileg upplifun af því að málið var semst við fórum alltaf mörg í lyftuna. Já, var það ómikil þungi? Já, okay. Þannig að í staðan fyrir að við ætlum að fara upp á einhver hæð, þú veist, við höfum mörgulega verið svona 15-20 í þessari lyftu. Það bara dreif hún ekki upp? Nei, hún bara seg hægt og rólega niður. Nú. Þannig að það var ekkert mjög skeri og maður fann það ekki eins og við vorum svona að hugsa að byrja, er hún ekki á leiðinu upp eða hvað er í gangi? Já. Svo bara opnaðist hún og þá vorum við bara, þú veist, á hálf hæð. Á hálfur hæð. Og hvað skriðið út að? Ég man bara ekki hvernig við fórum út en allavega þetta reddaðist sko. Ok. En já, ég hef ekki farið í þessa lyftu hér. Nei, það er næsta spurning. Þú komst í dag, labbaður upp stígana. Ég vissi það. Ég fer aldrei aftur í þessa lyftu. Ætlar aldrei aftur í lyftuna? Aldrei. En aðrar lyftur? Jú, ég fyrir lyftuna heima hjá okkur af því að hún er nýrri. Já, en hún er samt búin að festast sko. Já, það var ein kona á annar hæð sem var först í lyftunni heil lengi. Nei. Jú. Dóttir mér fyrir náttúrulega aldrei einu í lyftuna og það er ekki að því að ég er búin að vera hræðina. Hún er bara parnöð við alls konar. Já. Sem er þá kannski bara ágætt. Já, ég meina þú veist, þetta er náttúrulega bara tæki, þú veist, þetta getur bilað. Já, en ég er miklu smekari við sko ég frekar litlar áhyggjur af því að ég lendi í lyftu sem breytist í þvottavél og slengi mér hann fram og aftur upp í þakunir á golf. Þráttur og vitir að það hafi gerst á Íslandi bara... Ég hef meiri áhyggjur af því að vera fastur og vera að reyna að íta á eitthvað svona bjöllutaka á eitthvað og það virkar ekkert og það veit enginn af mér. Það er það sem að ég hræðist sko. Það veit enginn af mér. Svo er ég bara eitthvað í einhverjum, þú veist, óþægilega litlum klefa fastur. Það truflar mig. Það veit enginn af mér. Þetta er eitthvað svona tráma og ræsku. Ég er alinn. Það veit enginn af mér. Hverjar heldur að sé svona ríkunar á því að þú verðir bara annað í einhverja daga. Ég meina þú veist, þú deyrð bara á endanum, skilurðu, veit enginn að þeim og hvað heldur að fólk gerir það ítir á lyftutaka og er eitthvað að bíða og lyftan kemur ekki. Þá er ekkert fyrsta hugsun, það er eitthvað fastur í lyftunni. Fyrsta hugsun er bara eitthvað, það tekir bara stigan. Já, en sko, ok. Og svo er ég eitthvað, halló. Já, einmitt. Þú heyrir umgang. Þú veist, þetta er ekki hljóðin ágrað. Þannig að heldur þú myndir ekki bara halló, þú veist, eða banka á lyftuna, ég meina, þú veist. Jú, hérna kannski er alltaf leið, það er umgangur hér. Já, líka heima hjá okkur. En í einhverju lyftu eitthvað, bara, þú veist, einhverju eyðibíli miðanótt. Já. Það tröfla mig, sko. Já. Þú verður bara ekki verið í lyftu í einhverju eyðibíli nætur. En ég hefði viljað taka upp þátt í lyftunni. Já. Meðan það var í gangi. Svona örþáttur, ég held að það hefði verið mjög fyndið. Já. Og þú alveg næpu hvítur og farin að sjá fyrir þér að þú munir ekki lifa þetta af og ég farin að hugsa þetta að kannski verðum við alveg fastir og það mun enginn finna okkur. En sko, við gætum náttúrulega tekið bara þátt í lyftunni þanga til við festumst aftur. Já, mjög líklegt að það gerist bara leiðu við fyrir aftur í lyftuna, held ég sko. Já, ég held það líka. Ég labbaði upp í dag sko. Já, ég bara kvarla ekki að mér eitthvað annað sko. Já, herruðu, já. Við erum tveir kallar, við erum ekki einir. Hugum minn, þú ert ekki einn núna. Nei. Ekki bara, henda okkur í eitthvað. Jú, gerum það bara. Ég ekki með eitthvað dagsins eða? Jú. Ok. Er það ekki? Jú, ég var ekki alveg viss. Ég nefnilega með eitthvað dagsins sem er svona
það er aðeins í léttari kantinum og það krefst þess að því við erum að fara í smá ferðalag sko. Það krefst þess að þú sért pínu þolinmóður sem þú ert nú yfirleitt ekki og sýnir áhuga og sína áhuga það þýðir að ef þú hefur hann ekki þá verður það þykjast að hafa hann. Oh my god, á ég ljúga þér Hvað þýðir að sína áhuga? Ef ég hef ekki áhuga, hvernig hafa ég sína áhuga? Akkurat. Ljúga? Ég lígu ekki. Nei, bara feika það sko. Það er ekki að ljúga. Þú veist, ég get alveg ekki haft áhuga en ég get alveg spurt í, já, ok og... Allavega, eitthvað dagsins fjallar, eða sem við byrjum við erum að fara að tala um íþrótt sem að kannski margir myndu kalla hobby og við erum að fara í smá ferðalag innan þessarar íþróttar. Okay. Þessi íþrótt heitir frisbeegolf eða folf eða jafnvel frolf eins og var í Seinfeld-þáttunum og er sem sagt svona mitt kannski helsta hobby síðustu ár. Ok, þetta er ekki trúná, þetta er eitthvað. Já, að því erum að fara í ferðalag sko. Já, þú ert að fara með mig í ferðalag og er þetta eitthvað sem þú heldur að ég vilji vita og er þetta eitthvað sem að þú heldur að fólk vilji vita? Já. Ok Það reyndir nú, örþólum voru að sína áhuga fara með þetta í drýjum okkur, förum ferðalag á ferð og flugi þeir fljúa sko, diskandir allavega, ég ætla að byrja að segja svolítið frá þessum diskum. Ok. Yes, þeir eru úr plasti ekki mjög umhverfisvænir nema hjá einu fyrirtæki sem er að endurvinna og reyndar eru flest fyrirtæki með smá endurvinnslu í gangi á öðrum diskum og það sem er svolítið sérstætt við þessa íþrótt það er að segja þegar maður er farin að horfa á þetta sem íþrótt en ekki bara sem hobby, af því að núna er ég náttúrulega atvinnumaður í þessu. Nei. Jú. Þú ert ekki að fá laun fyrir þetta? Jú. Ha? Ég fæ verðlaunafé. Hvað mikið? Bara 10 skall? Ég vil ekki vera, þú veist, skatturinn getur verið að hlusta, skilur Nú er það svart? Erlendar tekjur, vesen, sko. Ha? Nei, ég meina engar tekjur. Sorry, herra skattstjóri. Nei, ég er að ljúga. En það sem er svo skrítið við þessi íþrótt er að það er mjög auðvelt að vera atvinnumæður. Nú? Já, þú getur sem í bara ráðið hvort þú skráir þessum atvinnumann eða ekki. Ha? Já. Ok. Og það er sem sagt, það er annarkvort þetta skráður í kerfið sem amatör eða professional. Já. Ef þú ert ekki skráður sem professional þá máttu ekki þiggja verðlaunafé. Og til þess að ég geti þegið verðlaunafé þá þarf ég að vera skráður sem professional, þannig að ég get sagt, og það er ekki lygi, að ég er atvinnumaður í frisbeegolfi. Okay. Og hef keppt í nokkrum löndum sko. Já. Og nú er ég í svona gömlu kallaflokki, sem sagt 40 og eldri keppa í flokki saman. Okay. Af því að þetta er miklu svona líkamleira sport en golf, þú veist, í golfi þarf það að vera held í 55 til þess að vera komin í svona gömlu kalla. Já. Og þetta er tölvöld svona líkamlegra sport en fólk kannski heldur að sérstaklega samanbyrðu við golf af því að nú er þetta náttúrulega byggt á golfi og það er það sem ég ætla að segja frá að fólk er með svona marga diska með sér og þeir sem er að keppi í svo ykkur alvöru þeir eru yfirleitt með svona eitthvað í kringum 20 diska í pókanu sínum og þeir gera allir mismunandi hluti. Þetta er ekki að því að þeir eru svo hræddir að tína disknum að hlut til kemur það inn í að svona kannski mest notaði dræfuriðin þú vilt vera með kannski annan svona backup sem flýgur mjög svipað ef þú skildir tínunum og bara það einmitt að tína disk er áfall af því að þú ert með 20 diska í pókanum og það er úthugsað hvaða 20 diska þú ert með í pókanum og ef þú tínir einum af þessum diskum einhverjum öðrum en þessum eina sem þú ert með backup fyrir flestir eru með það og flestir eru líka með backup fyrir púturinn sin, aðalpúturinn sin ef þú tínir einhverjum öðrum disk þá tínir þú rauninni kasti úr pókanuðinum og tínir, þetta er ekki svo að tína golfkúlu þetta er eins og að tína kilvu þú tíndi bara sjöfnunni og hvað ætlar þá að gera þegar þú ætlar að nota sjöfn þá voru að fara að gera eitthvað annað þú voru að fara að gera eitthvað kúnstir nota sexjárni og kasta sveifla rólega eða rembast með 8-járni eða eitthvað svoleiðis. En núna hef ég séð svona diska Já. Þeir líta allir eins út. Nei. Þeir eru allir svona hringlóttir. Já, það er rétt. Og með einhver svona það er ekki þríðningslega. Með svona rauf. Já. Allir með einhver rauf. Já, þeir eru mjög misdjúpar og þeir eru misbreiðir. Já. Og flugplatan er öðruvísi og þetta eru svona
Já, þeim er skipt í svona kategóriur eftir svona En sko er það hraða gildið er frá einum og upp í svona 14 cirka Þannig, og hvert einasta hraða gildi þýðir að hann er pínlítið öðruvís í laginu en hinnir sko að því að nú hef ég farið í Volf nokkur sinnum Ég vann í Guðunarsbæ náttúrulega lengi Já. Það sem var það ekki fyrsti Volfvöllurinn á landinu? Nei, en einn af þeim fyrstu Allavega, og þá fór ég í Volf og eitthvað svona og svo stundum löngu seinna þá hef ég séð menn í Volfi og þeir eru bara eitthvað að kasta sko bara eins og búmerang bara svona framhjá einhverju tré í ring og bara hvernig í ósköpunum þú þarft í fyrsta lega að geta kasta almennilega sem sagt vera komin úr þessu svona hobby-leveli það sem allir kasta eiginlega bara eins svona frisbee þetta er ekki svona frisbee kast þetta er ekki svona beach strandar frisbee þetta er allt öðruvísi sko þetta er kast svona lóðrétt það er til sko það er til bakhönd og forhönd og svo er til fólk sem er gott í að taka það sem við kalla bara overhand og það eru 2 típur af því fyrir eftir í hvernig þú snýr disnum þömmer eða úr með þumalinn innan á disnum og tomahawk eða úr með vísifingur og langadöng innan á disnum þá beigir hann til hægri versus vinstri og bakhönd og forhönd beigir til hægri versus vinstri þannig að þú veist og svo getur verið með diska sem að beigja meira en aðrir þannig að það er alls konar í þessu og þú einmitt þegar þú ert komið svo 20 diskum í pókaðin þá viltu við að sumir þeirra séu sumir þeirra geti beigt meira en hinnir og aðrir geti verið kannski bara alveg þráðbeinir og ef þú týnir disk þá getur þú verið svolítið vesinni af því að það er nefnilega ekki svo einfalt að þú getur bara tekið annan alveg eins disk og sett henni í pókaðin og sett henni nákvæmlega samankast af því að þetta er bara plasthlutur og hann breytist með tímanum hann talaði um beat in þeir svona berjast inn þeir aðlaga sig með tímanum verða svolítið svona og þú tengist, þetta er fáralegt sko en þú ferð að tengjast hverjum og einum disk, það er að segja að þú lærir inn á hvern disk og hvernig hann breytist með tímanum og hann verður svona kast í pókanuðinum sem þú getur notað og svona breytt smávegis en svona úr með svona ákveðin ramma sem þessi diskur gerir ef þú týnir honum þá er það töluvert vesen og þess vegna merkir fólk diskana sína það er ekki bara að því að þetta er hlutur sem kostar 3.000, 4.000, 5.000 skall það er svona ódýrt ég held að vera 10-15 stikkið, nei og það er sett ekki bara það þú tapar hann með einhverjum vestafalli 5.000 skall eða eitthvað nema og setja þetta með eitthvað auðvitað til einhverjum svona collectors items í þessu eins og öllu öðru og þeir sem eru klikkaðir þeir elda þá svolítið en það er sérst ekki bara það og það er eiginlega ekki bara það það er eiginlega alls ekki það að þú týndir 5.000 skallið það er að þú týndir disk úr pókanuðinum sem þú ert að keppa með og það er svolítið mikilvægt að fá hana disk aftur á Íslandi er það er svona ágætis líkur á að fá hann aftur af því að við erum með bara góða sjálfbóliða og fólk sem að veit að þetta er mikilvægt og skilar þeim en svo erum við með líka þessa hobbyspilara og þeir bara finna disk og bara hei, geggjað og þeir bara nota hann þeir skilur honum ekkert ég hef gert það akkurat en það sem að þú kannski vissir ekki þegar þú fannst ykkur disk er að kannski er einn af 10 bestu spilarum landsins að leita hann út allt af því að þetta er svo ótrúlega mikilvægt verkfæri fyrir hann og hann myndi borga þér 20 skall fyrir hann ef þú myndi bara skila honum skilur ef hann getur fundið hann bara núna þannig að þetta verður svona þetta er verðmætur hlutur í augum einhvers en svo er þetta bara hann að spara ég mér 3 skall í augum þess næsta skilur af því ég get bara kasta þessum í stæðin fyrir að kaupa mér eitthvað disk út í búð og það er næsta skrifið ferðalægin okkar sko það er einmitt þetta að fá diski sinn tilbaka það tekst eins og ég var að segja á hann svona, jú, það er ágætslíkur hérna í Íslandi en til dæmis þegar ég var út í Bandaríkjunum gast eiginlega glemt í sko það var rosalega ólíklegt að það myndi ykkur hringja þegar hann finnur diskiðin
það er svona á völlum það er svona einhverju svona póstkassar eða eitthvað sem þú getur sett diska sem þú finnur í ef þú vilt og svo er einhver svona sjálfbóðliði sem heldur utan að kannski ringja herðu, fann þennan hérna disk hann er hérna, þú veist, ef þú vilt pikka hann upp og svo er þetta yfirleitt bara selt eftir mánuði eða eitthvað ef enginn kemur að ná í hann bara strókað út til að styrkja klúbin strókað yfir hérna já, ég vil bara stimpla yfir bara, þú veist, þessi diskur er núna eign klúbsins, þú veist það allt í lagi skilur, þú hafðið tækifæri til þess að nálgast hann og það, ef þú vilt eldan og fólk sem er að eldan, það gerir það og svo kannski ertu að leika með einhverju diskar sem skipta það einhver máli og þá ertu ekki að elda þá en í Bandaríkjunum er nefnilega að fara að bera töluvert á því að menn, af því að það er mjög skakt kynjahlutfall í þessari íþrótt eins og mörgum íþróttum aðalega eru kallar að spila það og kannski sérstaklega á svona professional leveli en það er fyrir að bera meira og meira því að kallar merkja diskana sína með kvenmannsnafni já af því að það hefur sýnt sig að það er miklu meiri líkur á power símtal og fá diskinn tilbaka wow. það er rosalega Veistu það ekki? Og hérna ég var að tala við félaga mína hann úti og hérna ég hef líka séð þessar umræðar á netinu og svoleiðis og þetta segir fólk að ber bara alveg rosalegan árangur sko þannig að þú heitir bara hérna veist, Magnús og þú ert með þetta X símanúmer hérna en þú merkir hann Magnea og svo símanúmerið þitt svo færðu SMS frá okkur kalli bara hei, hérna er með diskinn og kannski taka hring á morgun og geti látið að diski, þú veist, eitthvað svona og þetta er áhugavert og það sem er líka áhugavert er að fyrir þær konur sem spila íþróttina á því leveli að þær allavega að merkja diskan sína, að vilja fá diskan sína tilbaka og svoleiðis að þær náttúrulega verða fyrir einmitt þessu að þær bara merkja diskana sína og svo tínaða disk eins og gengur og gerist og svo fá þær símtal og í sumum tilfellum er þetta einmitt þetta þú veist, eigum ekki bara hittast á morgun og hérna taka hring hérna á þessum velli og ég get látið það á diskinn og svo hérna var ég var að lesa þessi þráðum þetta að hérna sumar þeirra eru farnar að fara í hináttina það er að segja merkja diskinn með sínu nafni af því að það er mjög líklegt að það skili árangri en skrifa síðan símanúmerið hjá kærastunum sínum og þá hérna hafa kallar samband og svo komast þeir að því að þetta er bara einhver kall og þá stundum bara heyrðu, nei, þetta, ég var bara eitthvað að ruglast í að og skil ekkert disknum shit, hvað þetta er eitthvað grillað maður ekki en mér finnst þetta var svona áfangastæður ferðalagsins það er að þetta sko það er kynjavingill í eiginlega öllu sko og í þessu finnst mér þetta svo áhugavert að þú veist, þú finnur eitthvað disk og veist ykkur hérna gubbi bara finnur ykkur disk og það stendur Valdimar á honum nota hann bara en svo finnur ykkur disk og það stendur Jezebel eða eitthvað, þú veist, fólk á stundum að nota eitthvað svona hérna, eitthvað svona klámmyndanöfn var að tala um sko eitthvað svona sexy nöfn það virkaði vist voru svo vel af því að það gefur kannski til kynna að þetta sé svona ákveðnum aldri eða eitthvað sko þá er menn bara eitthvað svona þetta getur nú kannski verið einhver séns hérna þetta er svo galið sko já, þetta er alltaf galið já, ég hérna að spurninga að kíkja bara upp í Gaurinsbæ og skoða diskana þar hellingur af diskam, heldur að sé einhver Jezebel að býða nei, ég reyndar man nú ekki eftir að diskar hafi verið mertir, þetta er náttúrulega svo langt síðan þetta hefur náttúrulega verið að þróast svakalega á síðustu árum ég er með stimpil já, nafnið þitt bara með stimpli og símanum ég lít búa til fyrir mig Bandaríkjunum, hvort það ekki neitt bara stimpil með sært PTGA-númerinu mínu, svona númer sem allir fá sem eru skráðir í svona opinbera kemniskerfið og nafnið mitt og símanúmer og svo bara stimplaði allir diskar mína fæða stundum aftur, stundum ekki ég tínir enda rosa sjaldan disk en ef það kemur fyrir þá er það helvíti perandi sko.
Ég er alveg til í að prófa að fara í Volvo aftur, það er svona 15 ár síðan kannski, Já. en ég held ég myndi ekki nenn að fara með þér. Nú? Nei, mér finnst svo pirrandi að vera lélegur eða lélegri. Já. Það er óþólandi. Já. Þannig að ég myndi brjálast. Aha. Já. En ef þú myndir fá mánuð til að æfa þig Nei. með svona kennslumyndbönd Nei, ég meina og svo bara skora á mig. Einmitt. Ertu að segja mér að það sé svona auðvelt að vera góður í þessu? Sko, það sem þessi íþrótt hefur er að það geta allir það geta allir eitthvað í henni strax. Okay. Og þú þarft mjög lítið af ábendingum að mínum að þú ert algjörbyrjandi til þess að verða augljóslega betri. Bara að ferða eftir þessum ábendingum. En svo kemur smá svona hömp sem þarft að komast þér. Geð mér þrennt. Ég ætla að fara núna og ég ætla að verða betri en einhver sem hefur ekki fengið ábendingar. Ég vil þrennt, svona haldið þessi mikilvægt að horfa á sveiflu hjá einhverjum sem er góður. Bara til þess að átta það á hvernig sveiflan er sirka. Næsta er að ekki kasta disknum upp í loftið. Já. Kasta honum áfram. Láttu diskinn sjá að svífa. Það er það sem hann er hannaður til þess að gera. Fólki er eðlislægt að hugsa bara, ég ætla að kasta þessu hlut, ég ætla að kasta honum 50 metra í þess átt. Þá hlýti ég að þurfa að kasta honum upp í loftið. Það er svona það sem, hvað að segja, skynsamleg, svona rökhugsun segir okkur. En með frisbeedisk áttu ekki að gera það. Þú átt bara að kasta honum beint og láta hann svífa. Ekki niður, ekki upp í loftið. Kasta hann bara beint. Svona eins og þú sést að renna honum eftir barborði. Þú veist með hann hérna sko, eins og allir sjá í útvarpinu, og þú sést svona renna honum á láréttu plani. Ok. Gerir það. Já. Og eitt enn. Hvað eru komin í 2? Ekki kasta fast. Kastaðu bara eins og þú sést búin til úr smjöri. Bara gerðu þetta ógeðslega afslappað. Það er langbest að læra þannig og langflesti byrjendur kasta miklu lengra þegar þeir passa sig að kasta ekki fast. Þannig að ég horfi á einhvern kasta til að kopja sveifluna, kasta síðan á barborðinu slétt, bara laust. Ok, nú ertu hann góður. Já. Erum við góðir? Erum við góðir? Hvernig fannst þér þetta ferðalag hérna? Endaði í óvæntum kynjavinkli. Já, sammála. Mér finnst þetta svo áhugavert. Þetta með að bara, ég er ekki að fá diskana minna tilbaka. Hei, ég er með hugmynd. Ég skrifa bara lýsa á það alla. Já. Hvað ég segja? Þetta kemur ekkert á óvart, sko. Nei. En með þetta samtali svona sniðugt að snúa á þessi kynjuðu valdatengsl. Meðvitað, sko. Með þetta áhugavert, en þetta er náttúrulega lýsi veruleika sem að konur almennt búa við, sko. Þannig að þetta er ekki beint eitthvað svona sniðugt per se Nei, en þannig eru við sko hvað að segja, þetta varpar ljósi á vandamál. Akkurat. En fólk getur kannski nýtt sér þessa óþólandi menningu sko til þess að fá plastdiski sinn tilbaka. Nei, ég meina, þú veist, bara eins og skátengt þessu en samt svona með veruleika hvenna að þú veist þetta þegar þú ert að selja hluti, að gefa hluti þá bara er fólk í kringum mig, bara vinkonum mína sem eru smeykar við það þú veist, og passa sig annarkvort að það sé einhver með þeim þegar hluturinn er sóttur eða bara hreinlega skilja hlutin eftir fyrir utan þannig að við komum til þurfi ekki að fara inn bara, við erum að tala á Íslandi og skrifa bara eitthvað, ég er ekki heima á þessu tíma, maðurinn minn heima, ekki tekið á móti þér og svona hvað, nú er ég kannski að segja eitthvað sem ég man ekki nú vel en sagan situr alltaf í mér sko. Það var einhver sem að vara sem sagt, heldur þetta hafa verið á Íslandi sko. Fyrirværin er að ég man þetta ekki 100% en hún sem sagt var að selja þvottavél eða hvort var ekki bara að gefa þvottavél
annarkvort sko. Já. Og það kemur einhver svona suppukall, hann einn og fær hana til þess að hjálpa sér að halda á þvottavélinni. Já. Og hún eitthvað, ég veit ekki, einhverju meðvirkni eða eitthvað gerir það og svo meðan þau eru að halda á þvottavélinni þá er hann eitthvað svona suppast sko. Eitthvað svona aðeins verið að svitna, eitthvað svona ógeð sko. Pældi ég að það lendi í ykkur svona ógeði af því að þú ert bara að reyna að hjálpa ykkur með að gefa eitthvað eða þú veist, selja eitthvað á eitthvað kling. Þetta er ekki hægt sko. Nei, þetta er þetta er bara galið sko. Þetta er svona eitt af því sem við kallar þurfum ekki að pæli, þú veist, það eru óskaplega litlar líkur á því að það sé ykkur 60 kona að koma að ná í þvottavél til okkar bara til þess að horfa á okkur svitna sko. Já, eða einhver kall. Það er mjög ólíklegt sko. Já. Ég allan hef aldrei upplifað ótta sko við að gefa svona hluti eða fá okkur randum heim til mín. Nei. En hefur einhvern tímann fengið einhverja svona kynferðislega athugasemd frá kalli? Eða eitthvað svona perrisma eða eitthvað? Sem að svona lét mér líða illa. Já, þú fegst smá svona ég nefnilega hef lent í þessu einu sinni. Já. Og það var smá svona reality check af því að ég fór að hugsa eftir á. Býtu, konur eru bara alltaf að lenda í ykkur svona. Býtu, þetta er svo skrítið. Segðu mér meira. Ég var þetta var sem sagt í fyrra lífi þegar ég var mikill, ég er náttúrulega ennþá en ég var mjög aktífur þungarokkari og ég var að fara á milli landa á elta hljómsveitir og ég var að fara á festival hér og þar. Og þá fór ég á bara eitt stærsta og frægasta metalfestival í heimi sem heitir Wacken. Ég hef verið í Þýskalandi og ég hef verið svona ég hef verið svona 22 give or take og þetta eru mitt sumar og þetta eru Þýskalandi, það var bila heitt og það var allir í svona, þetta var svona festivalstemning allir í tjöldum og ég var beru ofan og ég keypti mér eitthvað svona að því mér var svo ógeðslega heitt alltaf. Það er svona ongoing vandamál í mínu lífi að ég geta eiginlega ekki verið í útlöndum af því að mér verið svo heitt. Líði bara mjög vel hérna. En sko, ég geta eiginlega ekki verið í buxum. Þannig að ég keypti mér og það var svona smá innan geðsleppa tíska að vera í svona bara einhverju skotapilsi. Já, ok. Ég keypti það á festivalinu og ég var í því. Já. Og svo er ég bara að labba og með einhverjum sem var með mér, einhverjum íslendingum og svo bara, ég glimti eitthvað bla í tjaldinu, þannig ég fyrir tilbaka næ í það og er að labba einn og þá stoppa maður mig og hann svona, þetta er greinilega þjóðveri, maður heyrir það á hreimnum og hann er svona þú veist 2:10 eða eitthvað, það var bara svona risi og stoppa mig og horfir svona á mig og segir you have a very firm body og ég bara já skemmtu vel bæ sagður, já takk. Nei, ég man það ekki eins og ég bara svona þú veist, ég sagði ekki neitt held ég sko. Með síða hárið þitt og með síða hárið í engunum að skotapilsi og ég var nú í ágætis formi á því tímabili sko. Það nú farið en þetta var eina skiptið sem ég fengið svona eitthvað svona perra komment frá kalli sko og það sat bara í mér og einmitt svo hugsa eftir á sko bara, eru konur ekki bara að lendi þessu bara hverjum degi þú veist, labbandi fáklæddar á einhverju festivali skilur. Já, ég veit ekki hvort það sé hverjum degi á þannig sko en þú veist, hversdagslegu veruleiki töluvert algengara og maður lifir einhvern veginn í svona öðrum heimi þar sem þetta bara er ekki til sko. Svo er svo áhugavert sko eins og svona vinkonum mína sem eru aðeins eldri sem eru samkvæmt svona ákveðnum útlitsstöðlum samfélagsins, þær eru runnar út þú veist, þær eru farnar að grána og eitthvað svona og þá er það sko þá er það orðnar ekki nóg aðlaðandi til þess að vera marktækar eða vera njóta virðingar veist, þannig þetta er svo
steikt sko. Já, þú mátt alltaf ekki vera þannig og mátt ekki vera of aðlandi, þá ertu ekki marktæk. Já. Svo máttu ekki einhvern veginn eldast og við náttúrulega höfum fyrir bara þetta sem bara... Og ekki vera ung, af því að þá veist ekkert í þinn haus. Nei, á sérstaklega ekki ung og falleg sko, aðlaðandi og sérstaklega ekki eitthvað svona málað mikið eða vera natúrlega samt málað. Þetta er ótrúlega áhugaverðar þversagnir og þessar kröfur sko, það er eiga ekki jafn mikið okkur. Við reyndar og bara, talaði bara sjálf mig og það sem hefur farið á TikTok úr þessum þáttum hérna, það er svona 2 athugasemdir sem eru algengur, ég hef séð þetta líka á aðra stráka, eða semst komment á aðra kallkyns einstaklinga svona þegar eitthvað svona pota og það er sko baugu baugun undir augunum baugar, já, ok baugar, baugu nei, haldi ekki augu og baugu ég ætla ekki að læra þetta, ég bara vissi ekki hvað það tala um, sorry baugu, bauga ég er ósamlega baugu, en ok, skil hvað það meina herru, baugar, baugarnir sem að það já, það er sem kommentað á það þú veist, ef að, eins og ég er oft ég bara krónist með bauga bauga, já. Og það var svona eitthvað, svo sá ég hérna eitthvað á TikTok daginn, þá var einhver með svona þreytulegur og með svona þrútin svona bauga megar ekkert sens betur hvað viltu segja? Baugu? Með þrútin baugu? Með þrútin baugu? Já. Wow, ok. Allavega áhugavert. Og þá var einhver sem sagði, það er bara þetta eitthvað leggja sig á þessum baugum eitthvað, þú veist, bara eins og kotti og svo ef að kallmaður sem að hérna hefur fitnað. Var þetta sett komment við bara okkur að spjalla? Nei, ekki þetta. Nú, ok. Það var einhvern annan. En já, þetta tvenn, svona að fitna og hafa bauga, það er komment á okkur. En að öðru leiti þá mögum við grána og svo framist. Þannig að þessi útlitsdýrkunar kröfur og náttúrulega bara iðnaðurinn, beauty iðnaðurinn er ekkert að endilega hamra okkur að við séum einskisvirði nema við köpum einhver krem. Nei, og kremin okkar, það á að alltaf að vera svona, ég sá hérna auglist, ógeðslega fyndið í emitt, ég var að horfa á úrðinning og þá eru svona kallatargetið auglýsingar sko og hérna það var sérstætt krem sem var 6 in 1 þetta bara, þú þarft bara þetta gerir bara allt þú veist, ef það er eitthvað að, settu bara kremið á ekkert vera að kaupa eitthvað, þú veist 1 dagkrem, 1, þú veist þetta bla bla bla, bara fá þér hérna krem, þetta er krem fyrir kall já, emitt, en ég meina já Eru krem ekki í grunninn bara svona svipuð? Er hitt ekki bara kapitalismin að selja konum fegurð? Auðvitað spilar það inn í, þú veist, það er bara markaður sem ég þekkir og svo lítið. Ég er mitt á bara 1 krem og hérna, þú veist. Já, ég á ekkert krem, ég á hérna, ég nota Logobase og hendum það þegar ég er orðinn svolítið þurr. Notar hvað? Logobase. Það er svona feitt krem, græðandi alveg geggja þegar maður er með svona skurði hérna puttunum. Svona sárakrem? Já, og svo hérna notar ekki svona bara hérna rakakrem í andlitið? Nú, ok. Það er eina sem ég nota. Já, ég fæ ofnæmi fyrir því sko. Þú veist, ég nuttaði alltaf í augun og byrja bara að gráta. Það á ekki að setja það í augun sko. Nei, það bara gerist einhvern veginn. Ég hef svo oft reynd að vera með eitthvað svona krem og þið tekst ekki að vera með rakakrem í andlitinu af því að það fer alltaf í augun. Já, ég nuttaði einhvern veginn í augun á einhverjum tíðanpunkti. Alveg eins og hérna þegar ég var reglulega sko sminkaður. Já. Þá alltaf tókst mér bara alltaf vera sminkaður augun? Nei, þú veist. Þú nuttaði í augun? Já, svo alltaf tókst mér og einu svona, þetta var semst, ég var að gera þætti fyrir Hringbraut og svo einu svona í bara miðvitri þá hafði mér tekist einhvern veginn að nutta sminkinu í augað og ég var bara, ég gat ekki haft augun opin. Ég bara táraðist endalaust og var eitthvað svo mikið ljós og það var hrikalegt. Ég hef bara einu sinni verið sminkaður. Ég, hérna, þú veist, ég veit ekki svona hvað er smink? Já. Þú ekki bara að fara á Trúnó eða? Er þetta ekki bara eitthvað, veist? Ég veit ekki hvað smink er. Þetta er bara eitthvað litakrem. Hvað er smink?
já, bara leir. Er þetta bara til þess að þú sért ekki asnalegur á litin í sjónvarpinu? Já, Er þetta ekki eitthvað þannig, eða? jú, þetta sko, eins og núna ef við myndum sjá okkur í myndavél, þá glönsum við örugglega. Já. Þetta er svona til þess að við glönsum ekki, glampast eitthvað svona á okkur. Ef við að gera það eins mattari. Já, ég held það. Og líka náttúrulega einhvern veginn að draga fram fegurðina í þér, svona eins og snirtuvörur eru, er það ekki? Þannig að ef þú værir að fara út á djamið og myndir sminka þig svolítið, myndir þú þá lúka betur? Já, 100%. Er það ekki þannig að þú veist, ef þú sérði eitthvað sem er sminkaður, þá er hann pínu skrítinn, nema á sérst að sjá hann í sjónvarpi? Nei. Okay. Nei. Ég meina, konur Ég ánað með þetta útvarp. Hérna eru tveir kallar sem vita ekkert hvað er að tala um. Jú. Og, þú eru bara að hlusta betur á mig. Sko, ég meina, konur almennt eru, ég myndi segja bara sminka sig. Það var það sem ég ætlaði að spyrja á hann, sko. Hvað er smink? Er smink bara, þú veist, ég segi oft, ég tala oft um ég tala oft um make, en það er víst ekki rétt hjá mér. Kona mér skamma mig þegar ég er að tala um snirtuvörur sem make. Já, af því að make er eitthvað tegund af snirtuvörur. Ég veit það ekkert, maður. Nei. Ef við kannski hætta að tala um eitthvað sem ég held að við séum löngu búin að skjóta okkur í báðafætur. Já, förum bara í Trúnó. Ok. Trúnó dagsins. Herðu, ég kom aftur, ég er búin að sminka mig. Sér ekki munin? Jó, allt annað að sjá þig. Trúnó dagsins er sumt sem ég skil ekki. Já, það er nú bara on theme. Já, einmitt. En sko, já, þetta er náttúrulega trúna, en þetta eðla verður að fjalla um mig. Já. Og ég er svona búin að vera að melda þetta síðustu daga, hvort ég að nálgast þetta og pæla í þessu, og ég er bara búin að vera að pæla í þessu að ég skil ekki. Sko, síðast liðin ár, þá náttúrulega hef ég verið að tala um ákveðna hluti gegn vinsældum, þarf að segja. Það hefur ekki aflað mér mikill að vinsælda svona almennt í samfélaginu, þó að það hafi gert það hjá sumum í samfélaginu. Já. Og og sumir er alveg tekið í vel, en ég hef aflað mér ég ætla að segja óvinsælda hjá sumum mönnum og sumt skil ég meina, ég til dæmis, ég meina það eru nokkru einstaklingar svona bara nafntogaðir, þekktir, frægir einstaklingar með plattform sem að hafa beitt sínu plattformi til þess að annarkvort bara taka mig fyrir persónulega eða drulla yfir það sem ég hef verið að gera. Og ég meina, þú veist, Beggi Óla, Þóri Sæm, reyndar sem Boring Gylfi Sig á Twitter, Sölvi Tryggva, Gummi Emil, Snorri Más, Frosti Loga, Ein Pælingurinn, alls konar fótboltasjómla podcast. Hann er alltaf Ein Pælingurinn. Já, hvað? Ég má aldrei hvað hann heitir. Og og þú veist, það eru kollegar, alls konar kollegar. Alls konar, já, en líka ekki kollegar. Okay. Þú veist, þetta er bara menn með eitthvað í pókahotninu eða einhvern málstað eða eitthvað plattform þar sem að þeir hafa svona sé sig knúna til þess að annarkvort taka mig persónulega fyrir eða eitthvað sem ég hef gert eða sagt. Já. Og sko þeir einhvern veginn, já, reynda að afbaka og tortryggja niðurlega, jafnvel hóta. Já. Og það er nú reynda bara einn af þessum mönnum sem ég nefndi sem að hefur hóta mér eða ógna mér beint, sko, og það er Sölvi Tryggvason sem að hefur ringt í mig og líka bara ógna mér, bara beint, bara gengið upp á mér og bara, já, ógna mér beint, sko. Ég vitna viðvist. Já. En ok, það er eins að og sko, ég get skilið á alla. Þú veist, ég meina upp að þessum marki reyndar. Að því að sko þeir þekkja náttúrulega sitt krát og þeir hafa svona þröngan karllegan sjálfsmeðan reynslu heim og njóta eða byggja hreinlega á einhverjum öðrum hagsmunum heldur en ég er að standa fyrir eða ég er að gaggrina, ég er að tala inn í. Þú veist, þeir njóta basically góðs af því að tala með ákveðin íhaldssemi
eða út frá bara sjálfum sér án þess að þekkja, ef að segja, víðra sjónarhorn heldur en þeirra ein persónulega reynslu og vina þeirra eða að þeir eru meintir ofbeldismenn og það hefur verið talað þá sem slíka þá eðlilega skilja ef að þeir upplifa sig ekki sem ofbeldismenn að þeir verði brjálæðir og vilji þakka niður í að gera tortryggna öll þau sem að reyna að halda þeir fram eða með óbeinum hætti halda þeir fram þannig ég skil það en það sem ég hins vegar skil ekki þá komum við að því hvers vegna kona bara róttæk, ég ætla að segja sósíalísk kona sem formaður í einu stærsta verkalýðsfélagi landsins Sólveigana tekur 2 mánaða gamlan póst frá mér bara núna daginn tók hún 2 mánaða gamlan póst frá mér Nei, eldri Já. Var það eldri póstur? Já, hann frá ágúst Já, allavega 4 mánaða gamlan póst og sko ekki bara gagnrýnir hann eitthvað svona efnislega eða eitthvað svona í fyrsta lagi að taka svona gamlan póst og eitthvað pæli honum en allavega tekur hann og ekki bara eitthvað svona efnislega að gagnrýna framsetninguna eða efnið eitthvað á efnislegan hátt heldur drullar það var rosalega sko bara drullar yfir mig sem bara mannesku bara sem einstakling og og bara þú veist, ég las, þetta voru 2 statusar Já, einmitt, komum svo ég var ekki alveg búinn, ég ætla að halda á Þetta voru 2 langir statusar með skjáskotum af þessum póstum eða svona hluta af þeim og bara einmitt, og alls konar orð að ég væri rat, lippa, vóg, vestræn, nýlendu herra heila þein, bullari og bara eitthvað svona alls konar hugtök sem að ég bara veit ekki eins og hvað það þýða þessum ég veit allavega að þetta var til þess að drulli um mig bara og svo náttúrulega sá ég líka á DFF að það var fyrirsögn Sólveigana hjólar í Það er alltaf verið að hjóla í Já, hjólar í Þorstein mynda okkur báðum og rjúfa þögnina Já, og svo DFF elskar þetta tvent og svo til við svona gæsalappir hann er bullari Já en þá var reyndar að meina póstinn hann var í bull já hann er bull var fyrirsögnin og sko það sem ég skil ekki bara af hverju finnst henni þetta mig það er það sem ég veldi fyrir af hverju velur hún að hjóla í mig það er það sem ég skil ekki af hverju hjólar hún í mig og af hverju núna og og ég fór að hugsa þú veist, er ég með eitthvað status eða er ég með eitthvað vald sem að ég bara skil ekki að sé ekki er ég að þjóna einhverjum hagsmunum sem að vinna gegn, ég veit ekki, launafólki eða þú veist, einhverjum hagsmunum sem að brjóta í báða við hennar svona lífsskild og lífsýn eða er ég bara svona ógeðslega heimskur bullari að ég bara fatta það ekki ég er bara svo ógeðslega heimskur að ég er bara það heimskur að ég sé ekki hvað er heimskur fattar þau? Ég bara skil þetta ekki skilur þú þetta? Ég bara, sko ég bara skil þetta ekki ég verða að viðurkenna að ég skil þetta ekki en sko, ég var svona að því ég las þetta, ég reyndar vissi af þessu einhvern veginn alltaf seint og eitthvað og var eitthvað, þú veist var að skoða þetta og bara eitthvað, þú veist það er svo margt í þessu sem að mér finnst mjög áhugavert bara því þú varst að tala um þess að til dæmis, við byrjum bara á þessu DFF-grein af því að þú varst að tala um það sko, að þú veist, auðvitað pikkar DFF eitthvað svona upp, eitthvað svona, það er einhver opinber manneskja sem er með eitthvað bíf það náttúrulega, það eru góðar íslenska fréttir, finnst fólki og þú veist, við þurfum að líka átt okkur að því að þú veist, óháð hennar stöðu á bara hennar vinnu þá er hún sko, þú veist, hún er með mörg þúsund manns sem að follow hana á Facebook, sérst, sjá statusin hennar þó þeir sé ekki vinir hennar og þannig að þú veist, hún er
Já, það er þetta með þetta opinbera persónur sko. Veistu, rosa skrítið að koma einhvern veginn alveg upp úr þurru með eitthvað bara, heyrðu, hann var bara að segja þetta fyrir 4 mánuðum síðan. Já. Og þú veist, þú ert með þarna einhverja, þú veist, eins og þú gerur alltaf að ná kallmennskunni út með svona slides. Já. Og þetta er úr með 10 slides í þessu posti. Já. Hún tekur 2, þannig að hún er bæði að taka gamalt efni og hún er líka að taka það úr samhengi. Það er hægt að lesa þetta svolítið öðruvísi ef maður lesa þetta frá upphafið enda. Það er mín tilfinning og mín leskilningur. Og og svo er hann að gaggrina þig fyrir að vera cherry picking. Það var svona það sem stóð upp úr fyrir mér. Það er bara eitthvað, þessi gæi, hann skrifaði þetta fyrir 4 mánuðum og af því að hann skrifaði þetta fyrir 4 mánuðum, þá langar mig að minna á það að fyrir 8 árum, nei 6 árum fyrir 6 árum fekk hann styrk frá jafnréttissjóði eitthvað svona og þá fer ég aðeins að hugsa, býta aðeins ok, þú ert ykkur verkalýðsleiðtogi hérna og þú færð styrk upp á 8 milljónir hvað ætlast þau til þess að þær 8 milljónir eigi að duga launamanni lengi og já, þú veist, hvenær átt þú að hafa samkvæmt kröfum verkalýðsleiðtoga að hafa klárað þessar 8 milljónir ég myndi segja að það ætti ekki að vera endast þér í dag ennþá, það er nokkuð ljóst það ætti að klárast á svona 1 ári cirka það er reyndar endast mér en þá já búnaðinum okay. Ég fjárfesti og eðlaði pointum sorry. En það sem ég ætla að segja er sko að þú veist mér finnst svolítið skrítin krafa að segja að af því að þessi hérna maður fekk styrk fyrir 6 árum þá er ekkert að marka þú veist, þá í rauninni má hann ekki segja hluti sem hann er að segja í dag já. Af því að hann fekk þennan styrk og það er eins og það að hafa þegið styrk fyrir 6 árum að þá sé hægt að gera kröfur á það sem þú munt segja aldur og ævi já. Mér finnst það rosalega undarlegt sjónarhorn ég verði eiginlega þetta og gaggrina cherry picking með algjöru cherry picking er svona það sem stóð upp úr þessu hjá mér finnst þetta rosa skrítið væp já, ég er svo sem einmitt, ég svo sem las ekki það sem hún skrifaði og ég bara svona, wow, þetta er rosa mikið af hugtökum og orðum og hún er rosa reið út í mig og hún er að hjóla í mig persónulega svona Svo var þetta líka eitthvað svar við þú veist, þetta sem skrifaði var líka bara eitthvað svar við eitthvað sem Snorri Másson fyrir löngu síðan já, þetta var bara umræða sem var í gangi þetta var reyndar áður en Kastljósviðtalið fræga var Einmitt. Þannig að pósturinn kemur bara í kjölfar að þú veist, það er svo mikil svona kynjatvíkju orðræði í gangi og ég var að tala inn í hana og var svona að vísa í bara að það er sögulegar heimildir að genin hafa svo sannlega verið fleiri en 2 og ég var að vísa til sko ekkert eitthvað stöðufólks eftir kynjum heldur bara að það hafi sennilega verið til í samfélaginu ólíkum samfélagum og meira að segja nefndi ég og það skilur maður betur ef maður les pistilinn í heild sinni en ekki bara þessar glærur myndi ég segja en pointi, ég semst í þessu trúnaði þá var ætlaði ég ekkert eitthvað að fara að hjóla tilbaka í hana heldur bara svona opna á sko að ég skilit ekki og ég er svo hissa og og ég er bara svona hugsi af hverju og líka bara þú veist og ég hef reynt það mjög markvist að hjóla ekki eða gaggrin eitthvað grimt sko konur sem eru að reyna að beita sér ég bara almennt þá er það bara mitt svona sjónarmið að þetta ekki í kalla gýrin þar sannlega hef ég gert mistök þar eins og alþjóð veit þegar ég hjólaði í hana Ester mína hjólaði hana, allavega kom ekki fyrir svona en Ester rífur þögnina? Örugglega, jú þannig einhverjum mánuði sinna en það sem það er eitt í þessu sko ok, það er tvendrindar ástæðan fyrir að ég vissi af þessu ára en að Díva-fréttin kemur út er ekki að því ég er að fylgina á samfélagsmiðlum heldur að því ég taggaður í eitthvað kommenti og ég taggaður af ég ætla að segja bara kollega okkar kvenkins kollega sem að þú veist held ég vinkonennar og mikil svona
peppkona Já, en hún í rauninni tók upp hanskan bara algjörlega fyrir mig. Við erum að tala um fyrsta póstinn og ég mér fannst þetta bara mjög mörg gera það herðu, í þessu innleiki, nei í þessu kommentarþræði. já, það er nefnilega það sem ég ætla að segja. Þetta hef ég aldrei á ævinni upplifað á mínum, ég ætla að segja 8 árum sem ég tekið þátt í umræðu. Ég hef aldrei séð það sem hefur verið að drulliða mig, gaggrina mig, að segja eitthvað um mig hjá einhverjum öðrum þar sem að megnið af kommentunum er að styðja mig. Já, Það var bara, ég byrju, hvað er að gerast hérna? já. Það fannst mér alveg ótrúlegt. En það sem nú er ég búin að drulla hans yfir DFF, það sem að mér fannst líka mjög áhugavert er að í þessari grein sem DFF af öllum Já. skrifar, þá stendur bara að, Sólveig Anna hjólar í Þorstein Vaff, bla bla bla, segir hann hafa farið með staðlausa stafi bla bla bla, sem er reyndar ekki rétt. Herðu, ég nefnilega Og svo kemur, það má lesa þetta nánar hér og hér og hér. Já. Ég bara, býtu, hvað er að gerast á DFF? DFF er bara eitthvað, hún sagði þetta en það er ekki rétt hjá henni Já. og þið getið lesið meira um þetta hérna. Já. Það er mjög mjög áhugavert. Já, og DFF fyrir eini miðlinn sem að hefur gert svona. Já. Þar að segja, tekið einhverja fréttir og í rauninni setta inn í DFF miðlinn, nei, DFF formið sem er svona smelli vænt, sko. Jú, En farið síðan ofan í það, þú veist, þau hafa kröfið, DFF hefur kröfið, það er einhver blaðamaður á DFF sem gerir þetta, Já. sem að hefur kröfið orðræði hjá kollegum okkar og einhverju svona stjórnmálamönnum Áhugavert, sko. og er ekki bara að segja þessi sagði þetta og hinn sagði hitt og fréttin búin. Og þannig að mér finnst það að vera blaðamennska og mér finnst það að vera svolítið merkilegt. Já. En síðan reyndar kom þarna annar status þar sem hún gekk ennþá lengur og ég held að það hafi náttúrulega, það sem hafi triggerað það að hún fór í annan post var að hún fekk ekki þessi viðbrögð sem hún bjóst við, held ég. Hún áttur ekki vonaði að það kemur fólk í kommentakerfið hennar og væri bara, býtu, hvað ert að segja og þetta er nú reyndar rétt hjá honum og eitthvað svona. Þannig að það hlýtur að hafa triggerað. Sko, já, sorry. Nei, ég ætla bara að segja, þú veist, það hlýtur að hafa triggerað, hún bara, bara sólarring setna kemur bara tvöfalt lengri póstur sem gengur ennþá lengra og ég skoða hann ekki kommenti við hana. Nei, ég man ekki hvert gera en það sem ég ætla að segja þegar ég var að grípa fram í fyrir þér er sko að það má alveg ræða sannleiksgildi þessara heimilda. Það má alveg segja að þetta er náttúrulega, þú veist, það má alveg tala um einhvern orientalisma og bara benda á að það er rosalega erfitt að vera með staðfastar heimildir fyrir því hvernig eitthvað hafi verið á þessum tíma og í þessum menningarheimum og þú veist, og það má alveg gaggrina að það sem mögulega verið að nýta sér það og eitthvað svona. Þú veist, það sem böggar mig við þetta er að það er alveg sannleikskorn í þessu hjá henni. Það má alveg, sko, þú veist, alveg ræða það. En hún er ekki að gera það. Hún er að nýta sér þetta sem átillu í einhverja svona allsherjar árás á karakterinn kallmennskan Skástrík Þorsteinn. Það er minn lestur á þessu. Að bara, sko, þú veist, og líka hún segir hún nýtir þetta cherrypicking, bara algjört cherrypicking, þetta er bara skólabóka dæmi um cherrypicking til þess að fara síðan í árás í 2 atlögum og svo seinni er rosalega skrítin lestur. Já, ég reyndi að lúslas hana alls ekki, ég held ég hafi ekki eins og lesið það allt saman. En ég las fyrra og það var svona eins og svona já, það var svona eins og eitthvað svona reiðipóstur meets skáldskapur. Já, ok. Það var svo skáldlegt orðalag og svona myndlíkingar og rosalega sérstöku lestur. En hún alltaf hefur einhvern veginn bitið í sig andúð á Vogue hugtakinu og það sem að hún fellur undir Vogue sem er einhvern veginn fólk eins og ég og þú og svona feministar sem að hafa verið outspoken feministar og tekið einhvern veginn svona feministkan slag ekki á hennar forsendum eða ekki með henni endilega í liði. Hún svona kalla það allt saman Vogue, finnst það óþólandi og ég sá eitt komment frá henni þar sem hún var eitthvað svara einhverjum og einhver sagði já, hver er bullarinn og hún skrifar undir hann kallar sig kallmennskan eða eitthvað svona og er einn æðsti prestur eitthvað Vogue kirkjunar eða eitthvað svona Vogue-söfnaðarins. Rosalega mikið á svona, það var það sem ég átti við, það var rosalega mikið á svona orðalagi sem mér fannst bara svona áhugavert. Já, og einmitt, allavega það sem ég
gerir þegar eitthvað svona eins og líka þegar kollegi okkar og kollegar hafa tekið mig fyrir, þá sannlega horfi ég á það eða sé það eða skoða það, en svo bara fer ég, skilur við, svo bara ok, ég veit hvað þetta ég veit hvernig þetta að því mér finnst oft óvissan verri heldur en vissan viðbjóðin, veist hvað við mér finnst betra að vita af slísi heldur en mögulega hugsanlega var þetta einhver neginn slís, veist hvað við en að lokum þá fannst mér skemmtilegt, eða þótti mér væntum að svona til þess að ljúka þessu trúnáði. Má ég tala þessu vóki fyrst? Já, mátt gera fyrst. Af því að sko mér finnst vera nokkuð auðljóst að hún er að reyna að staðsetja sig sko sem gamla vinstrið sem er ekki vókið, og ég veit ekki hvað svo mikið það er meðvitað og hvað svo mikið það er ómeðvitað en hún er að sverja af sér, þú veist, nýja innan gæsalappa, ég er að gera gæsalappir í þá sem er ekki að horfa, nýja svona vókvinstrið, hún er gamla trú alvöru vinstrið og vill ekki vera með þetta vókdæmi af því að það er það sem er að verða svo mikið fyrir gagnrýni og fyrir barðinu á öfgahægrinu, þannig að ég held þetta sé leynt eða ljóst liður í því. Það er eitthvað stærra agenda hana. Ég veit það ekki og ég er að reyna að einhvern veginn fara ekki í eitthvað nitty-gritty og eitthvað svona hjóla í eitthvað, en ég get kannski, að því að nefnir þetta, get ég eiginlega ekki komist hjá því sko að því að ég sé alls svona hluti og svona, það er ekki að djóka með, hvað er þetta? Að sko það sérstaklega tvent gagvart bara því sem hún er að gera og hefur verið að gera síðustu vikur og mánuði, tengt svona andu sinna vók, að það er að hún virðist að hafa engin prinsip til dæmis í hvað hlaðvörp hún fer. Þú veist, hún fer bara í viðtöl hvert sem er, alveg sama hvort það sé ultra hægri hlaðvarp eða meintur kærður óbyldismadur, það bara, þú veist, sem að svona fólk almennt svona, kannski reynir að sneiða hjá henni, hún bara fer viljandi inn í það og annað, ég sá einhverja vísisfrétt kollega okkar sem voru með svona public viðburð, það sem var mikið af svona öðrum kollegum og svona hægri sinnum þjórni sinnum kollegum að dansa og gera eitthvað og þar er hún mætt í einhvern veginn samkomu sem að ég get ekki tengt við neitt annað heldur en rosa mikið hægri og ég veit ekki alveg hvernig þetta gengur saman að vera svona mikill vinstri sósíalisti sem ert samt að lepa upp og sleikja allt hægralið, þetta er svona þetta kemur ekki alveg heim og saman hjá mér af því að sko er vók í hennar huga þá bara allt sem að telst vera einhvers konar svona afstæða á prinsipi, þú veist, afstæða gegn ofbeldi, afstæða gegn því að ég veit ekki, veist hvað er að fara með þessu? Já, mér finnst það skrítið. Já. Finnst þér þetta ekkert skrítið? Ég bara veit ekki, þú veist, ég bara veit ekki nákvæmlega hvaða viðburð og svoleiðis að tala þannig ég get ekki alveg dekkað en sko Nei, og ein pæling skilur hlaðvarpið, ég veit ekki hversu oft hún hefur farið þangað og ég er svona randomli séð einhverja klippur þar sem hún hefur reyndar áður verið eitthvað svona, akkur getum við ekki bara talað í upp kallmennsku, akkur er eitthvað nýða kallmennsku, ég er svona þú veist betur, þannig að þessi vegferð einhvern veginn á aðdragandi hefur alveg verið að gera síðustu mánuði anduð hennar gagvart mér á einhverjum ástæðum. Já, það kom svolítið svona einhver opinberun sko, hann á man ekki hvað podcastið það var með, þú veist, að það sem hún ætlaði að myrða vókið sko. Já. Og hefur eftir það fengið rosalega mikið svona uppklapp frá, meðal annars hægrinu. Bara, ég ætla bara að segja meðal annars nínasistum. Það er kannski ekki, ég veit ekki hvort að þú viljir endilega vera að tala inn í þann hóp en það hefur gerst bara mjög líklega óvart hjá henni en þú færður rosalega mikið support úr rosalega skrítnum áttum þegar þú ert farin að vera svona andlit anti-vóksins á einhvern hátt sko. Já, sko talandi sjálfsmyndar pólitík sko sem að vóki á að vera að þá er þetta svo óbúslega áhugaverð þversök líka að passa sig á öllu sem að getur hugsanlega mögulega verið merkt sem vók, þá ertu það ekki að því að þú ert svo uppbyggin af þeim
pólitíska sjálfsímyndar stimpli að vera Er það ekki kalla hægra mókið? ég veit það ekki sko en ég ætla að segja að lokum og sem sagt ég veit ekki hvort ég sé orðin tempraður eins og Sóli Tómasdóttir tala stundum að vera svona tempered radicals sem eru einstaklingar sem að hafa svona einhvern veginn hitna mikið, kólnað, þú veist bara temprast í aktivisma og ég veit ekki hvort ég sé orðin svona tempraður eða hvort ég sé svona aftengdur mínum líkama á tilfinningum að þetta slær mig ekki út af laginu þar að segja þetta kemur ekki uppnám þegar að kollegi að drulla yfir mig eða taka mig fyrir eða beita sér gegn mér eða þessi verkalýsleiðtogi mögulega það út af því að ég einhvern veginn þú veist, ég vil ekki segja skjöldur því að auðvitað hefur þetta áhrif en þetta hefur ekki sömu áhrif og annars svona í gegnum söguna hjá mér þannig að og það sem ég geri að ég sé þetta, ég skoða þetta og svona aðeins aldrei að vita en svo bara fer ég svo bara ég ekki að skoða þetta og mér langar það ekki að því að mér líður ekki vel að vera einhvern veginn að dvelja í þessu og velta mér upp úr þessu þannig að ég einhvern veginn svona fer en það sem ég þótti útrúlega vænt það sem ætlar að segja á hann í lokin ég ætla bara að minna á það nú ætla ég að segja það að ég var að sækja dætur mínar í skóla og leikskóla sem er sami staðurinn Hjalli Hjallsniminan bara dagina í vikunni svona stuttu eftir að þetta var í gangi og það maður sem að þú veist sjálfur svona stundum í opinberri umræðu og tekur þátt í henni og eitthvað svona og við heilsumst bara og eitthvað svona, við höfum alveg spjalla Davíð Oddsson? Nei, bara ákvæmst þessi maður á badn semst hann á badn? Já, kannski ekki í skóla ok, þetta ekki Davíð Oddsson, við vitum það allavega og hann segir svona við mig hann segir svona við mig ég stend þarna úti og vanlega þetta bara blessaður, eitthvað en hann svona horfið dóldi lengi á mig og ég eitthvað svona að leita dóttir mín úti og hann svona, ég sé hann eitthvað svona horfa eftir að ég búin að segja blessaður og lappa svona að mér og tekur svona öxlina ertu góður eða? Mér svo, ég vissi ekki hvað hann að meina og ég svona, já og hann fattar að ég ekki alveg að fatta hvað hann að meina og þá var hann bara, já nei það bara þessi umræða þarna, ég sá hann að djefa fréttina og ég var, já mér finnst þetta svo fallegur sko, manneskilegt já, þetta svo fallegt svona þetta veitti mér einhvern veginn miklu meira heldur en ég hafði átt að mig á að myndi veita mér og ég held að hann hafi ekki fattað hversu validerandi og svona svona bara næs það var að einhver bara svona ertu góður, er í lagi með þig, þú veist hvernig líður þér þetta var svona þannig Akkurat. og ekki það ég hef eitthvað svona nei ég er alveg umölugur og vilja eitthvað dempa út þannig heldur bara svona hei ég sé þig ég er aðeins með þér hann þurfti ekki eins að segja það og ég veit ekki eins og hvort hann sé eitthvað 100% með mér eða whatever, skiptir ekki máli hann er að acknowledge sko. já, hann er að acknowledge og það var einhvern veginn svo ógeðslega dýrmætt þótt að ég hafi ekkert endilega verið eitthvað upptekinn af þessu eins og kom í ljós en já, mér langar að segja þetta lokum og þessi pep comment og þetta svona validation kannski er eitthvað aðeins að stemningin aðeins að breytast Nei, það er alltaf verið anskotans ég held að það sé svona olíuskipið sé aftur aðeins að rétta sig af komast á kjölinn já, ekkert eitthvað rætt og mikið en þú veist, stefnan og þetta læri ég einu sinni að sko, ef stefnan á skipi sigla til Afríku eða eitthvað og ef að kompásinn er bara aðeins skakkur þá endar þú bara ekkert í Afríku skilur þá endar þú bara, ég veit ekki hvar því ég kann ekki landafræði út á sjó, mjög líklega já, að kompásinn, við erum búin að sjá þessu langa tíma hvað hann er búin að vera vittlaus og þetta er náttúrulega risastórt olíuskip þannig að núna ég upplifi að við séum aðeins að snúa gráðunni bara örlítið og ég sé, ok, við erum núna aðeins að komast á réttan kúrs við munum kannski komast á réttan kúrs jæja, og taka hlustandan er það ekki? Já Já. Hvað var að taka?
Velt þú eitthvað á þessu með Ertu með nýja með það? Ég var að bæta bara Ég ætlaði svona hræri í þessu og send Ég var að bæta bara helling í pókan okay. Sko, nú erum við búin að tala svo lengi að ég er hann svangur Já, nú ekkert nýtt Sko Herðu, finnið eitt app í símanum ykkar segið frá hvernig það hefur gert lífið ykkar verra og eyðið því síðan út Magni eða Dögg okay. Þetta er gott challenge Herru Við erum snöggir Þetta kom í gegnum Instagram skilaboð Ég sá þetta og ég svindlaði Nei Ég fór að pæla Varstu að undirbúa þig? Nei, ég fór bara að pæla Hvað getur þetta verið? Ég fann ekki neitt Í alvöru? Já Nei, í alvöru Ég veit að þú er pælt líka því þú last þetta líka Já, en ég viljandi fór ekkert eitthvað að skoða uppi mín okay. Hvernig skoða maður öll upp? Já, hérna Sko, það sem ég ætlaði eins og að segja er að ég geri þetta reglulega Ég fer alveg svona stundum í gegnum Þú veist, þegar maður er að uppdata appin þá renni ég stundum yfir og bara eitthvað uppdata þetta, ég nota þetta aldrei og ég eði út þannig að ég er ekkert með rosalega mörg upp Herri, ég er búin að finna Ok, vilt þú byrja þá eða? Það er bara allt í einu koma Ok, byrja þú þá, ég er bara að skoða listan Herri, ég er bara að finna neitt App sem ég ætla að deleta á afsaki ég er að bora hnittur er app sem að ég reyndar sko ég notaði ekkert mjög mikið þurfti ég að nota það mjög mikið Nei Það bara hefur gert lífið mitt verra Það bara að segja hvernig hefur það gert lífið þitt verra Herru, þetta er Twitter sem að heitir núna X Ok Ég hef staðið með því, ég hef svona af og til farað inn og þetta lætur mér alltaf líða illa Þetta er ógeðslegt samfélag Nei, þetta er sko, þetta er verið en ógeðslegt Þetta er bara ormagrifja og viðbjóður og það sem ég ætla að gera núna krakka mínir þið sjáuð X-ið hérna eða heyrið X-ið X ég ætla að deleta og hérna delete X bara bless Þegar ég er ekkert að toppa þetta það er bara búið ég er farin ég er bara delete wow þetta var nice hvað er ég að fara að gera jöðlar þetta nice maður ég ætla aldrei að inn aftur segi og hérna en hvernig hefur það gert lífið vera? Gerði það ekki lífið betra á sínum tíma? Herru nú er ég alveg að fara að skvíla það því að nei, jú, það gerði líf mitt sannlega betra og það breyti líf minu en svo gerði það líf mitt ok, þetta er bara eina appi sem ég sá núna í fljótu bræði sem að hefur að einhverju leiti gert líf mitt bara alls ekkert meira næs ég þarf ekki þetta app ég nenni ekki að vera að inni, mér langar ekki að vera að inni ég nenni ekki að lesa neitt sem er þarna mér langar ekki að vita hvað er að gerast þarna og ég er almennt ekki að gera það en stundum er ég að gera það og það lætur mig alltaf líða illa þannig að bara bless eftir að þessi svindlar ert þú að nasisti tók við það þá bara er þetta orðið viðbjöður búin að finna eitthvað app og hugsa þetta fyrir nei, ég nefnilega fann ekki neitt, það var vandamálið það er hérna app sem ég langar alveg ógeðslega mikið að eyða en það er eiginlega ekki hægt og það heitir Facebook ég hata Facebook en þú getur verið með Messenger já, en þú veist, maður er í einhverjum hópum eitthvað barnastarf og eitthvað bla 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 það er rétt það er bara óþolandi að við sem þjóð sem er búin að festa okkur í þessu helvítis appi þessu ógeðslega batteríi sem að Facebook er og meta reyndar allt því þú er eina mínútu ég ætla að henda út fucking Spotify já, heyrðu ég ætla að skipta yfir í eitthvað annað ok, en þú notar Spotify reglulega? Ég nota Spotify reglulega, ég verð að finna eitthvað annað já sko, mér langar að segja það þetta er náttúrulega bæði sko pólitísk ástæða eiginlega tvennslags pólitísk ástæða það er annars vegar stuðningur við Ísrael og álíka og hins vegar borgaðir fólki viðbjóðslega illa og eru að fara að gera AI gerðri tónlist háfundur höfði og að merkja hana ekki sem slíka já, til þess að græða meira já, ég er sammála, þetta er viðbjóður en ég meina, er þetta ekki bara svona með öll kapitalísk fyrirtæki að þau eru að beita siðferðilega gráum aðferðum ég er inn í Patagonia peysu ég er að monta með því hvað ég er ógeðslega góð manneskja já, er það gott? Þannig ertu með fyrirtæki sem er aktíft að vinna gegn kapitalisma með því að selja vörur og græða þig? Akkurat lestu til Patagonia ég held að sko við getum sagt það er svona skali auðvitað eru já, við heyrum bara setna þetta jú. nei, komdu með það, þú er að segja mér nei, tíminn er búinn
Já, appið, þú varst að delete appi. Já, það er rétt. Við erum búin að því. Nei, sko, Þú tókst Spotify. Ég hefði þurft að undirbúa smá ef ég ætti að segja frá því. Þetta er sem sagt þetta er sem sagt fyrirtæki sem er að reyna að gera betur, sem er virkilega að gera eitthvað að viti. Okay. Auðvitað er þetta ógeðslega stórt, selur ógeðslega mikið, en hann er eigandi sem er bara búin að segja ok, ég þarf bara þetta, ég þarf ekki að græða meira en það, restin af peningunum fer í að gefa tilbaka, að venda náttúruna, að þú veist, nú hefði þetta undirbúið betur, en gera hitt og þetta sem gerir heiminn skárri og verður til þess að við getum kannski verið hérna aðeins lengur. Já, allt er handónýtt. Já, Billie Eilish náttúrulega gerði þannig að var með fræga ræðu fyrir framann billjónamæringa daginn. Okay. Það sem að hún var svona að spyrja bara af hverju eru þið svona ríkir? Þú veist, gefið þess að peninga. Er hún að því að það? Það hlýtur að vera fyrst að hún segir þetta. Okay. Þannig að hún virðist þá og það er líka það sem að þetta er bara eitthvað svona bleikþvottur eða hvítþvottur, ég veit ekki hvað það kallast, að þegar billjónamæringar er að gefa svona 0,0001% af, þú veist, bara mánaðilegu budgetinu sínu og eru svona að mála sig upp sem bara riddara frelsisins og umhverfisverndar. Já, stundum er það líka bara stundum er þetta í rauninni skattaleikur, sko. Ef þú gefur ákveðið þá í rauninni er þetta að koma betur út í því, sko. Já. Þannig að þess vegna eru allir íþróttamenn og álíka í Bandaríkjunum eru með svona fund. Það er ekki að þeir eru svo frábærir, sumir þeirra eru það vissulega, en flestir þeirra eru bara því að þetta er bara það sem er gert og þú kemur best út úr þessu skattalega séð, græði best á þessu. Djúlar ég til að eiga svo mikið af peningum að ég er eitthvað svona að hugsa, hvað get ég gert til þess að koma ógeðslega vel út úr því að eiga ennþá meiri pening? Djúlar var það næs. Ég veit það ekki, sko. En veist hvað ég geri? Mér finnst það að vera til við erum alltaf að tala lágmarkstekjur, sko. Mér finnst bara að vera til hámarkstekjur líka. Já, en svona auðsöfnun, svona hámarksauðsöfnun. Já. Erum við þá ekki komið samt í svolítið fasískan sósíalisma? Þetta er kannski bara, þú veist, stóra myndin, sko. Þetta verður tekið einhvern tíma að sko þetta er stóra vandamálið í heiminum. Já. Það er misskipting. Hvað hún er aukast, sko, svona sjúklega sjúklega mikið. Þú veist bara hvaða voru til margir sem áttu einhvern biljard fyrir 10 árum versus núna. Og hvað sko kapitalið er að safnast á hratt á mjög fárra hendur og hvað það sem að þeir ríkustu eiga er að aukast ótrúlega mikið. Kemst maður ekkert svona inn í þessa lúpu einhvern veginn? Frímúrararnir. Er það lykillinn? Nei, ég er að ljúga þér. Þú ert svo upptekinn af frímúrarar. Já, ég er mjög upptekinn af það. En sko í alvörinni, hvernig kemst ég inn í þessa lúpu þar sem ég bara verð ríkari og ríkari? Allavega ekki með því að vera vinstri maður. Það er, gengur ekki mjög vel hjá þeim. Er það kannski það sem að Sólveig er að gera? Það er svona spurning. Hvar er hverjir eru henni raunverulegu kampaðins komar? Sko? Það er ofta spurningin. Já, ég kannski reyni að finna út úr þessu bara fyrir næsta þátt. Ég er nefnilega með langsvöldu að vera ríkur.